Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, you call us to God. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Into your presence, Lord, I bow my heart in praise. I give my life to you. My hands I raise. And as I worship you, I feel
Hann verður þess að vera lofaður. Sannarlega. Amen. Sannarlega. Já, komið í sæl, aftur. Við ætlum að fletta upp í sálmum. Ég ætlaði að segja Davís, en sennilega er þetta Kóríatasálmur. Já. Kóraítasálmur. Ég ætla að lesa frá versi 9. 85. Hann talar frið, hann talar frið, en ég ætla að byrja hérna aðeins neðar, ofar. Ég vil hlýða á það sem Guð drottinn talar. Ég vil hlýða á það sem Guð drottinn talar. Hann talar frið til dýrkenda sinna. Ég vil hlýða á það sem drottinn Guð talar. Og ég ætla að lesa hérna eitt vers fyrir ykkur líka í orðskviðunum sem ég datt niður á í morgun. 1:33. Orðskviðin er 1:33. En sá sem á mig hlýðir mun búa óhultur, mun vera öruggur og engri óhamingju kvíða. Mér finnst það frábært fyrirheit bara fyrir það að hlusta á drottinn tala. Að þá færðu þetta fyrirheit ef þú hlustar og gerir meira en það þú gefur gaum að því sem hann segir og leyfir honum að leiða þig, að þá myndu búa óhultur, vera öruggur, engri óhamingju kvíða. Þannig að það skiptir svo miklu máli á hvern við hlustum. Hvað ertu að heyra í dag? Á hvern hlustaru? Við lifum á tímum óvissu og álit manna stangast á. Aldrei meira konflikt. Ég þurfti að leita orðinu konflikt til að vita hvað það þýddi á íslensku. En álit manna stangast á. Það verður aldrei verið meira konflikt heldur en í dag. Já. Og svo erum við komin með 2 ný orð sem ég heyrði aldrei fyrir 10 árum. Falsfréttir. Svo eru áhrifavaldar. Og þegar ég horfi á þá sem eru áhrifavaldar, fyrirgefiði mér, þá stundum, ég ætla bara að segja brosi ég, og ekki bara orða það svona fallega, en mér finnst það svo hlægilegt, fyrirgefiði.
hann áhrifavaldur. Það var einn slíkur handtekinn daginn, þannig að það var eitthvað skrítin áhrif, en spurning hvort að menn eru undir áhrifum eða jæja. En falsfréttir, munið eftir hver kom með þetta fram á sjónarsviði fyrir svona 5 árum. Og ég var að hugsa af hverju hann að tala falsfréttir. En, já, þú þarft að sannreyna fréttir í dag. Og ég var bara að hugsa það ef að ég tæki myndband af vini mínum Snorra, vera að stela dóti úr skúrnum hjá mér sem hann myndi örugglega aldrei gera. Er það nokkuð? Nei? Okay. Svo mikið dót sjálfur. Já, ok. Og ég er með þetta á myndbandi. En af því að, sko, hann er á réttum stað í pólitíkinni, hann þekkir gæjana hjá CNN og Fréttablaðinu, að þá kemur önnur frétt þar hjá CNN og Fréttablaðinu að Kiddi, hann beitti Snorra ofbeldi, réðist á hann fyrir utan skúrinn hjá sér og sem sagt, Kiddi verður núna dæmdur í fangelsi fyrir líkamsárás á Snorra. En samt er ég með þetta á hreinu, en hvað gera menn? Sko, myndbandi mitt verður bannað á samfélagsmiðlum. En sko, fréttin sem að fjölmiðlarnir komu með að ég hefði ráðist á Snorra, hún fær að standa. Og þú segir, voðalega er þetta asnaleg saga. En þetta er að gerast allstaðar í heiminum í dag. Þetta er að gerast allstaðar í heiminum í dag. Ég horfði og fylgdist með mótmælum í Kanada í 3 vikur þar sem ég var predikari sem við þekkjum, hefur verið hérna á Íslandi. Hann var að sýna fréttir og það voru margar fréttaveitur sem sýndu friðsöm mótmæli. Síðan kemur kanadíska fréttastofan með allt aðrar fréttir. Hugsið ykkur, þetta er að gerast, þannig að við þurfum að ákveða sjálf hverju við trúum í dag. Þú verður að meta, já, vini í Bretlandi, hann segir, var það á YouTube? Þá trúi ég því ekki. Og sjáðu til, YouTube er ekki fréttastöð, YouTube er gagnaveita. Þannig að þú getur alveg sagt, var það á RÚV, þá trúi ég því ekki. Sjáðu, fólk er svo illa upplýst í dag, það trúir bara því sem það heyrir. Og þess vegna er gott fyrir okkur sem trúum á Guð á þessum tíma að hlusta á hann. En ég man að góður alþýðuflokksmaður, hann sagði einu sinni í viðtali við fréttamann, hann sagði, og hann heitir Eiður Guðnason, þetta er eitthvað sem ég er búin að muna í 40 ár. Hann sagði við fréttamanninn, að því að Eiður hafði verið fréttamaður sjálfur. Hann sagði, þú átt ekki að búa til fréttir, þú átt að segja fréttir. En við lifum í heimi þar sem að flestir fréttamiðlar og margir fjölmiðlar, ekki alveg allir, þeir búa til fréttir og þeir segja þær fréttir sem þeim er borgað fyrir að segja, en ekki endilega sannleika. Því miður. Og núna það nýjasta, þið vitið það til fréttamiðl sem heitir Twitter. Já, við gamla fólki vitum það. Muniði, Twitter er líka bara svona gagnaveita. Twitter er ekki, já, fyrirgefið, það er ekki fréttamiðl. Hann er bara gagnabanki.
eins og Facebook. En þið munið það að það var ákveðnum manni hent út af Twitter af því að hann mátti ekki segja það sem hann vildi segja. Twitter bannaði það. Og núna, og hann hét Trump, hann var forseti Bandaríkjanna. Þeir hentu honum út. Og núna annar fjársterkur aðili að kaupa Twitter og þá heyrum við það að fjölmiðlamenn segja, þetta ekki hættulegt? Vitið það, þetta svo skemmtilegur heimur sem við lifum í. Þetta ekki hættulegt að einn ríkur maður eignist Twitter? Nú var hann ekki að kaupa hann af öðrum ríkum manni. Jæja, en predikarinn segir það ekkert nýtt undir sólinni. Það ekkert nýtt undir sólinni. Og við lifum á örðugum tímum. Og við erum nýkomin út úr svona 2 ára pláukreppu. Sumir sögðu ég treysti Þórólfi. Aumingja Kitti, hann treysti bara Guði, trúði ekki Þórólfi. Þannig að hann ennþá ósprautaður. Og það má kannski ekki segja svona frá púltinu, ég veit það ekki. En við þurfum að ákveða hverjum við treystum í dag og hverju við trúum. Og ég ekki að segja að Þórólfur sé slæmur maður, hann indælis maður. Mjög indæll maður, ég vil bara taka það fram. En já, Snorri mæli með honum og treystir honum, ekki Kitti. Þannig að við megum hafa skiptar skoðanir, eða ekki? Við þurfum að ákveða hverjum við treystum og hverjum við treystum ekki. Hann nú Vestmannaeyingur, það mátti ég gleyma því. Það málið. En drottinn hann kemur frá himnum, okkar Guð kemur frá himnum, Snorri og þeir koma frá Vestmannaeyjum. Þannig að spurningin hverjum við viljum fylgja og hverjum við viljum treysta. En þetta orðið nógu langur inngangur. En bara þessi vers sem ég las að vera öruggur og vera óhultur, og ég spurði sjálfa mig, hver þinn áhrifavaldur? Og málið við heyrum stjórnmálamenn tala og við heyrum þennan tala, en talar Guð ennþá til dýrkenda sinna? Ég las hann talar frið til lýðsins og dýrkenda sinna. Ég trúi því að Guð tali enn í dag. Ég svo gamaldags að ég trúi því að Guð, hann sé ekki hættur að tala, hann tali enn þann dag í dag. Og okkur ráðlagt af Jesú Kristi, syni Guðs, í Opinberunarbókinni á 7 sinnum kemur hann með sama ráðið. Og ég ætla að lesa það bara frá Opinberunarbókinni 2:7, síðan þið getið flett upp vers 11, 17, 29, kapli 3:6, 13 og 22. Þetta 7 sinnum sem hann kemur með það sama orðið. Hann segir, Opinberunarbókin 2:7, einhver búinn að finna það? Einhver skeleggur sem vill lesa það? Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnum. Amen. Þeim sigrar, honum mun ég gefa að éta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Já. Þannig að þetta svolítið athyglisvert, hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Getum við heyrt rödd Guðs í dag? Já, ef við höfum eyra. Ef við höfum eyra. Og spurningin hann að tala okkar náttúrulegu heyrn eða hann að tala andlega heyrn? Það getum við spurt okkur sjálf. En á dögum Gamla testamentisins, á 8. öld fyrir Krist, þá var uppi spámaður sem hét Amos. Og Amos, hann segir mér á einum stað, í 3. kafla 7. vers, að Guð, minn Guð, að hann geri ekkert. Hann ætli ekkert að gera nema hann kunngjöri það fyrst
þjónum sínum spámönnunum. Og ég man fyrir mörgum árum að þá kom þetta vest til mín að það var hætta á ferðum, það var stríð og menn voru að segja þetta geti gerst og þetta geti gerst. Og þetta kom aftur upp í huga minn núna þegar menn að segja er ekki bara Ísland góður staður til að setja eina bombu á. Og þá kom þetta aftur upp í huga minn, Guð, hann gerir ekkert nema hann kunngjör það fyrst þjónum sínum spámönnunum. Og þess vegna trúi ég að það svo mikilvægt fyrir okkur að hafa spámenn eða hafa í söfnuðinum eyra til að heyra. Af því að Guð, hann talaði fyrst við Abraham og hann talar fyrst við spámennina og varmennina. Og hverjir eru varmennir? Það eru bænahermennirnir. Og ég trúi því systkini, það er alveg sama hvort við erum stór eða lítil kirkja, að lítil kirkja, hún getur verið miklu öflugri heldur en stór kirkja ef að Guð er þar. Og ef að söfnuðurinn hefur eyru til að heyra. Og það er málið, það er það sem skiptir máli í dag. Og ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur úr Amos. Og Amos, ég var að fatta það að hann var að predika nákvæmlega það sem ég hef predikað síðustu 5 árin. Þannig hann er minn maður. Ég treysti honum. Hann er löngu farinn en hann talar enn. Amos segir, svo segir drottinn við Ísraels hús, 5. kafli 4. vers. Leitið mín til þess að þér megi lífi halda, leitið ekki til Betel. Leitið mín til þess að þér megið lífi halda. Og takið þetta þessu, leitið mín til þess að þér megið lífi halda. Í Gamla testamentinu, 5. Mósebók, kafla 30, þá sagði Guð að ég hef lagt fyrir þið blessun og bölvun og svo gefur hann ráð. Hann segir, veldu, ég hef lagt fyrir þið lífið eða blessun og bölvunna, svo segir hann, veldu lífið, þú mátt velja, en veldu lífið. Og minnst þetta svo frábært. Og hér segir hann, leitið ekki til Betel, heldur leitið mín til þess að þér megið lifa. Og til hvers erum við að leita drottins? Til þess að heyra hvað hann segir. Við erum að leita Guðs til þess að heyra, til þess að hann fái að tala til safnaðarins. Til þess að hann fái að tala til safnaðarins. Og það var einhver sem sagði einu sinni á mokkablogginu að hún þyrfti ekki að vera í kirkju til að hún tryði bara á sinn Guð, hún þyrfti ekki að vera í kirkju til að trúa á Guð. Og ég man alltaf að ég kommentaði og sagði, þú munt aldrei heyra hvað andinn segir söfnuðunum ef að þú ætlar að vera ein þarna úti í horni. Vegna þess að þegar þeir komu saman, þá talaði Guðs andi. Og það er svo oft þegar við komum saman, þá talar Guðs andi. Við erum oft eina böglast og við heyrum ekki, svo komum við saman og þá talar Guðs andi og við fáum svarið. Þannig við leitum hans til þess að heyra hvað hann segir. Og það er svolítið merkilegt með Amos, hafið þið heyrt orðið svona mainstream media, veit allir hvað það þýðir? Það þýðir svona viðurkenndi fjölmiðlar. Eða svona, já, ríkisfjölmiðlar og svona, já, allir ekki, en enska orðið mainstream media, ríkisfjölmiðlar, við skulum bara nota það orð, að á 8. öld, að þá kemur Amos fram og hans orð, þau stönguðust á við það sem að ríkisfjölmiðlarnir sögðu á þeim tíma. Og ef við förum hérna í kafla, mér finnst það frábær lesning, í kafla 7, vers 10, þá er Amasía prestur í Betel og hann var svona ríkisfjölmiðla prestur, hann tilheyrði ríkiskirkjunni, takk fyrir, og þið sjáu það hérna, þið trúum mér ekki strax. Amasía prestur í Betel, og ég ætla að segja ykkur, Betel þýðir Guðs hús, en ástæðan fyrir því að þeir áttu ekki að fara til Betel
var að Jeróboam hafði fyrir 150 árum sett upp gullkálfa þar til þess að Ísraels ríki færi ekki upp til Jerúsalem á hina sönnu hátíð og þeir sem sagt Ísraels ríki undir Jeróboam byrjaði að tilbiðja aðra guði og þetta ástand hafði haldist þarna í 150 ár og þess vegna segir Amos ekki fara til Betel, leitið heldur Guðs. Okay? En Amasía, hann var prestur í Betel, hann var þarna á kafi í þessu og hann sendir boð til Jeróboams Ísraels konungs og lét segja Amos kveikir uppreist gegn þér mitt í Ísraels ríki. Landið fær eigið þolað öll orð hans. Mér finnst þetta svo frábært að þetta ekkert nýtt. Þetta ennþá að gerast í dag. Þjóðin okkar þolir ekki orð sumra manna og hún þolir ekki alltaf þín orð. En landið fær ekki þolað þau orð hans, því að svo hefur Amos sagt, Jeróboam mun falla fyrir sverði og Ísrael mun herleitu verða burt úr landi sínu. Síðan sagði Amasía við Amos, haf þig á burt vitranamaður, flý til Júdalands, afla þér þar víðurværis, spáð þú þar. En í Betel mátt þú eigi framar koma fram sem spámaður, því að hér konunglegur helgidómur og ríkismusteri. Vá. Sjáðu til, vá. Málið að við erum að upplifa þetta enn þann dag í dag. Þetta hefur ekki breyst. Þetta hefur ekki breyst. Hér konunglegur ríkidómur, helgidómur og ríkismusteri. Þá svaraði Amos og sagði Amasía, ég engin spámaður og ég ekki að spámannaflokki, heldur ég hjarmaður og rækta mórber. En drottinn tók mig frá hjarmennskunni og sagði við mig, far þú og spá hjá lið mínum Ísrael og já. Þannig að við sjáum hér að orðin sem Amos kom með, þau voru ekki inn. Þau voru ekki það sem að ríkisfjölmiðlarnir vildu birta. Hann var að vera einhver staðar á svona miðli sem að, já, jafnvel ekki YouTube, þeir hefðu sennilega þurrkað hann út líka og Twitter hefði sennilega sett hann út líka. Þannig að þetta hefur ekki breyst. Míka var líka spámaður og á dögum Míka þá voru 400 spámenn. Og þegar Akab konungur ætlaði að fara í hernað einn daginn og þá var Júda konungur með honum, Jósía hét hann, og þá vill hann fá að heyra álit spámannanna á hernaðinum. Þeir vildu fá að vita hvað Guð segði. Sem sagt, já. Og það eru 400 spámenn, þið getið lesið þetta í fyrri konungabók 22, 6-9. Og við skulum kannski lesa þessa ritningu. Fyrri konungabók 22. Vers 6-9. Þá stemdi Ísraels konungur saman spámönnunum 400 manns og sagði við það, á ég að fara og herja á Ramót í Gilead, eða á ég að hætta við það. Spámennirnir svöruðu, far þú, drottinn mun gefa hana í hendur konungi. En Jósafat mælti, hér ekki enn einhver spámaður drottins að vér mættum leita frétta hjá honum. Ísraels konungur mælti til Jósafats, enn einn eftir, við getum látið ganga til frétta við drottinn. Mér lítið hann gefið, því hann spáði mér aldrei góðu, heldur illu einu. Hann heitir Míka Imlason. Og Jósafat, sem var svona aðeins með meira common sense, eða hann var nær heldur en Akab, sagði, eigi skildi konungur svo mæla. Og síðan Míka sóttur. Og Míka kemur með allt annan boðskap, ef þið hafið lesið kaflan,
Hann kemur með allt annan boðskap heldur en þessi 400 spámenn. Og við lesum það að Sedekía, einn af spámönnum, að hann bara gekk fram og gaf bara Míka einn á hann. Vegna þess að hann vildi ekki hafa svona bull í sem sagt, ríkiskirkjunni sinni. En Biblían segir hérna að það var lýandi sem var í munni allra spámannanna. Og Míka einn þekkti orð Guðs. Og málið að sannleikurinn ekki endilega boðskapur fjöldans. Sannleikurinn ekki endilega boðskapur fjöldans. Það að margir segja það, að ríkisfjölmiðlarnir segja það ekki endilega sannleikurinn. Og núna stríð í gangi og við heyrum fréttir héðan og við heyrum fréttir þaðan. Og vitið það að ég veit ekki alltaf hverju ég á að trúa. Ég veit ekki alltaf hverju ég á að trúa. Því að fólk hefur verið þarna á staðnum, það segir eitt, svo annað fólk sem hefur verið þarna á staðnum, það segir annað. Þannig að við sem kristi fólk, við þurfum að biðja Guð friðarins að tala frið inn í þessar kringumstæður og við þurfum að heyra frá Guði. Við þurfum ekki endilega að taka afstöðu með eða á móti þessum aðila eða þessum, en við þurfum að sjá að stríðið við andaveru vonskunar í himingeimnum. Og það andaveru vonskunar sem innblása menn. Og ég var að lesa hann Jeremía líka, að þegar hann kom með boðskap, og þið getið lesið þetta í Jeremía 36, ég ætla bara að endursegja stuttlega, hann kemur með boðskap til konungsins, hvað muni verða. Og hvað gerir konungurinn? Hann tekur, þetta voru blöð, hann lætur lesa fyrir sig blaðið og svo segir hann réttu með blaðið og hann gerir svona, rífur það og hendir því í eldin. Og aftur hendir því í eldin. Þessi konungur, hann var ekki tilbúinn að hlusta á orð Guðs. Og enda lesum við það að það fór illa fyrir þessum konungi. En ég var að lesa hann Jeremía og það sagt hann í Jeremía 15:17 að hann sat einn. Og þetta orð hefur oft talað til mín. Hann sat einn gripinn af Guði. Jeremía 15:17. Ég sat ekki hópi hlæjandi manna til að skemmta mér, gripinn af þinni hendi sat ég einsamall af því að þú fylltir mig helgri reiði. Og ég verið að hugsa, einu sinni var það þannig að Hvítasunnu voru fylltar af helgri reiði, en mér finnst það svolítið svona kannski, ég sé ekki þessa heilugu reiði endilega í dag, en vitið það að ég held að við þurfum heilaga reiði ekki sem beinist gegn fólki, heldur gegn andaverum vonskunar, þegar við sjáum hvað andaverum vonskunar að gera við fólk. Það alls staðar ósætti, ófriður, á allt, það sem við segjum konflikt, allt stangast á, hver höndin upp á móti annari, og þurfum við ekki á friði Guðs að halda í dag. Við þurfum að heyra rödd Guðs og við sem söfnuður, við þurfum að biðja fyrir ástandinu. Og við þurfum að fara út með orðið, en sjáðu til í andaheiminum getum við bundið. Þegar Daniel byrjaði að biðja og fasta, þá gerðist eitthvað í andaheiminum, það kom engill af himni, og hvað gerði þessi engill? Hann var að berjast í 3 vikur við andaveru vonskunar yfir Persaríki. En Daniel, hann var bara að borða grænmeti og fasta. Það að segja, já, það bara fasta þeir sem borða grænmeti. Halleluja. En hann var á léttu fæði þessa daga. En sjáðu til að þetta svo mikilvægt að við hlustum á spámennina okkar. Og í annarri Krónikubók,
20 segir hlýðið á spámenn yðar og yður mun vel farnast. Önnur Krónikubók 20 gefið gaum að því sem spámenn ykkar segja, treysti Guði og hlýðið á spámennina og ykkur mun vel farnast. En hvar eru spámennir í dag? Hvar eru þessi sem sita einir og bara gripnir af Guði? Hvar finnum við þessa menn? Guð að kalla. Guð, hann lítur ennþá niður að himni og segir, einhver sem hygginn, einhver sem leitar mín. Amos sagði að lífi væri fólkið í því að leita Guðs og Jesús Kristur sagði, hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Og Jesaja 50, vers 4, þar vers sem segir að á hverju morgni opnar hann eyra mitt svo ég taki eftir eins og lærisveinn að gjöra. Ég elska þetta vers. Það gerist á morgnana, þá opnar hann eyrun mín svo ég taki eftir eins og lærisveinn að gjöra. Fyrir mig þá virkar þetta svona. Þegar er komin miðvikudagur þá er ég hættur að heyra. En á morgnana þá er svo yndislegt að heyra rödd Guðs. Þannig að sá sem eyra hefur að heyra, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Getum við heyrt í dag? Já. Við getum heyrt rödd Guðs í dag. Og besta leiðin að biðja í söfnuðunum eða einsamall gripinn af hendi Guðs. Guð, hann talar ennþá til dýrkenda sinna. Hann talar ennþá til dýrkenda sinna og í Opinberunarbókinni 3:11 segir hann, ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur. Og nú konan búin að segja amen fyrir mig. En henni verður ekki kápan úr því klæðinu. Amen. Ég ætla að lesa fyrir ykkur. Ég er hérna með bók sem 45 ára gömul. Hún heitir Daglegt ljós. Og í daglegu ljósi í dag, 1. maí, þá er okkur sagt að ávöxtur andans friður. Og þar segir Guð, að þú vildi gefa gaum að boðorðum mínum, þá myndi friður þinn verða sem fljót. Bara ef þú hefur eyra til að heyra, þá verður friður þinn sem fljót. Síðan segir hann, Guð vonarinnar fylliður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo þér séu auðugir af voninni í krafti heilags anda. Þetta Rómarbréfi 15. Páll segir síðan, ég veit á hverjum ég hef fest traust mitt. Ég sannfærður að hann þess megnugur að varveita það sem mér trúað fyrir til þess dags. Jesaja 26:4 segir, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Svo kemur vers úr Sálmi 112:7 sem segir, hann óttast eigi ill tíðindi, hjarta hans stöðugt og treysti drottni. Hann óttast eigi ill tíðindi, hjarta hans stöðugt og treysti drottni. Erum við á þeim stað? Hann óttast eigi ill tíðindi, hjarta hans stöðugt af því hann treysti drottni. Og svo kemur þetta vers, sá sem á mig hlýðir mun búa óhulltur, mun vera örugur og engri óhamingju kvíða, gnótt friðar hafa þeir elska lögmál þitt. Ég kem skjótt, haltu fast því sem þú hefur. Ég vil hlýða á það sem Drottinn Guð minn tala til mín. Amen. Amen. Og hann talar enn. Og við skulum bara enda þessa predikun. Við ætlum að hafa brauðsbrotn
drottningu núna hérna á eftir og við ætlum að ljúka þessari útsendingu með því að kveðja bara frá Hvítasunnu kirkjunni í Keflavík og hér kemur sannlega bænarefni. Amen. Halldóra, biðja fyrir Rósinkar, hann með krabbamein og líður illa. Ef að sameinast í bæn fyrir honum. Faðir, ég bara þakka þér fyrir Rósa, að þú vilt snerta hann og Drottinn, í nafninu þínu þá höstum við á krabbamein, við segjum að andi Guðs er meiri, andi Guðs er sterkari. Þakka þér fyrir að orðið gengur út, Drottinn minn, og þú læknar sjúka enn þann dag í dag. Þú talar og þú læknar. Og Faðir, við bara gefum þínu nafni alla dýr. Amen. Amen. Drottinn bless ykkur. Þessu velst